Já, það var smá tæknileg bílun hérna, þannig að við höldum bara áfram. Við kláruðum nú umræðumina meðan að við vorum ekki í loftinu, en þannig að við ætlum að skipta bara gír og það er eins og kaldastríði sem komið aftur, af því að ég er nú búin að vera að kalla ykkur verðbólgukynslóðin og hraunkynslóðin og svona. Þið eru náttúrulega allavega þú, Óðinn og Benedikt, þið eru kaldastríðsbarn. Já, ég líka, ég ólst upp við, já. Íris sem í hún komin í mitt kaldastríðið. Ég ólst upp í það er búið að finna nýtt kaldastríð, nýtt hrun, allt fyrir Íris. Já. Ég þannig ekki að halda það fram að ég muni eftir kúpudelinni, sko, en svona, maður er fæddur fyrir hana. En nú er það komið aftur. Já og nei, sko. Heimurinn ekki kannski alveg svarthvítur, sko, en hann er tölvöld flóknari og spilararnir í geiminn eru miklu fleiri og víðar og það eru risin upp ný stórveldi sem að hafa kannski meira afl heldur en, ég veit það ekki, Sovétmenn höfðu náttúrulega þess gáttu ógnað kannski með kjarnorkuvopnum og svo framvegis og okkur var talin trúum það á sínum tíma. En ég vil nú ekki alveg trúa því að það séu komin í sömu tímanir, en það er allavega, það er einhver ógn sem að fleiri hafa áhyggjur af og maður oftast náttúrulega sína afkomendur og alla sem að einhvern veginn að vaksa upp með þessu, sko, þessu andrúmslofti, polariseringar og svona góðu kallarnir og vondu kallarnir og allt þetta, sko, en heimurinn var nú svona enn svarthvítari held ég á mínum uppvastarárum, Snorri, held það. Það er eiginlega þema þáttarins að við vorkinum Íris í að þurfa að lifa í þessum heimi sem við erfum hann af. Ég byrjaði að lesa Þjóðviljan hann að 12 ára gamall og þá lærði ég það að það voru 2 eða 3 ill stórveldi í heiminum. Ég meina Þjóðviljan á þessum árum þannig var ekkert að bera blak á Sovétríkjunum og þá var maður alveg uppi og smáþjóð í heimi þar sem voru 3 ill stórveldi sem svifust einskis, voru öll mannréttindabrjótar og hresnarar hver á sinn hátt. Og hérna þess vegna var hugmyndin hlutlaust og herlaust Ísland og hagskilru og snúist á alla kanta og hérna og svo var þetta leiktjaldalýðræðið þarna, mafíu ríkið þarna Rússland og svo ertu með Kína sem er hreinlega bara alveg bara býr til að bara með þá hugmyndafræði í dag. En það er ekki í dag. Það heyrist ekki í dag. Það heyrist ekki í hernaðaranstæðingum. Ég heyrði stjórnmálafræðingi mjög virtum hér sem að orðaði þetta einmitt svona, sko, og svo tala NATO sem við erum svo lánsum að vera hluti af og maður svona gömlega kaldarsýðisbarnir svona brá við, sko, að þetta væri bara svona viðtekin, sko, stjórnmálafræði, sko, afstafa og sjálfur er ég hérna ekki andvígur aðild Íslands að NATO núna, en ég er ekki að meina það með þessu heldur bara að þetta væri bara svona eitthvað viðtekið sem ættum bara þetta er ekkert að ræða frekar. Það er náttúrulega alltaf nýtt, sko. Já, við erum þetta mjög merkilegt. En þetta er alltaf myndi núna en ógninda komu mörgum áttum eins og Benedikt segir og það er ekkert að þessum stórveldum fullkomið eða gallalaust guðmingóður en ég er ekki viss að sé mikil amirkur hrifning eða neitt slíkt, sko. Ég held að fólk segi bara er þetta ekki það illskásta sem við getum svona einhvern veginn stuðst við að verðum að trúa eða eitthvað þannig, sko. Það er nú svolítið verið að segja að þessi verið að verja okkar gildi og okkar sín og okkar mennsku. Ég held að þrátt fyrir allt sé þó meiri sannleikur í fólkinu því að við eigum einhver samleið með Ameríkumunum varðandi gildi heldur en Kína eða Rússlandi. Það er nú bara mín skoðun en þar með er ég ekki lýsi yfir sérstaklega hrifningu á bandarískir kúnasögu. Hrönn, þú vilt vera kaldastríðsbarn? Ég ólst upp í Keflavíkurgöngunni. Það eru svona mína fyrstu minningar, Svart og sigurlaust í myndina Hilmars Oddssonar. Ég fór býr flashback, þú veist, þau voru alltaf með barna skemmtiatriðin í göngunni og þessi ganga var oft svo erfið, sko. En já, ég ólst upp við að Ísland ætti ekki að vera í NATO og söngvana og allt það og kjarnorku vanna, þú veist, en hræðsluna við yfirvofandi kjarnorkustríð. En ég held að það sem hafi breyst sé ekki sú hugmynd, sko, að okkur finnist allt einu Bandaríkin ekki vera kúgunarríki sem þeir eru, sko, heldur frekar það að við erum orðin svo glóbal og við treystum því einhvern veginn betur að
að minnstoksti ríkir einhvers konar fjölmiðlafrelsi ennþá í Bandaríkjunum. Svo það ennþá svona hægt að treysta því að það þú veist, nú það mikil hugmyndafræðileg opin átök í Bandaríkjunum. Já, við getum ennþá treysti að það sé einhvers konar virk umræða, þó að lýðræði sé alveg stórgallað og það nýbúið að vera brjálaður maður í forsetaembætti sem reyndi að sölsa til sín líka öll völd og maður sá hversu brothætt lýðræðið í Bandaríkjunum og var rauninni bara stórhættulegt. Já, stórhættulegt ástand. Þá ennþá getum við treysti að það sé hægt að fá upplýsingar þaðan sem ekki hægt annar staðar. Náttúrulega það ekki til í Kína, Rússland og þetta eru einræðisríki sem að eru bara af allt öðru kaliberi heldur en spiltir menn í Bandaríkjunum. Það spillingin þar eða þessi alræðis pæling þar allt öðru sig. En það sem náttúrulega grundvallarbreytingin sem hefur orðið náttúrulega það að sko, þessi stóru spilarar í þessu geimi, Bandaríkin, Kína, Indland kannski á næstu árum og svo framvegis. Rússland ekki stórveld í þessum skilningi nema það býr yfir kjarnorkuvopnum og er með brjálaða manni á toppnum, en þetta í efnaðslegum skilningi smáríki þannig séð, það er ekki mikið stærra heldur en Norðurlönd samanlögð sko. En sko Kína á sínu stað með sinn áhrifamátt og vaxandi áhrifamátt og menn spyrja sig hvað munir gera gagnvart Rússlandi, en svo þeir verstæði Vesturlanda framleiða fyrir okkur símana og raftækin og svo framvegis. Þannig að samspilið miklu flóknara heldur en það var í kaldastríðinu sín tíma. En það sem að gerast samt, sko, Rússland búið að opinbera það að það ekki þetta hernaðarlega stórveldi, það í rauninni bara hlægilegt. Það sem hefur gerst, það sem við höfum séð á spilin og þetta bara lélegt, eða þú veist, þetta miklu verra heldur en það voru allir með einhver svona hugmyndir að Rússland væri svona eitthvað force, eitthvað afl sem þurfti að segja okkur fréttirnar, já, en þú veist, nú sjáum við það, þeir eru bara berjast með prikum og eitthvað svoleiðis og með einhverja málalega, en svo það allt lígi sem sagt stríð. Já, við sjáum þetta á internetinu, en síðan það Kína sem að sko Kína í stórkostlegum vandræðum með mannfjölda, þetta one child policy voru hrapaleg mistök og nú eru þau standaði fram fyrir einhvers konar hruni bara út af þessu fólksfjölda og svo það ekki leiðandi í neinum tæknimálum, þeir kópera, þeir leiða ekki og þeir eru svo háðir því að Þannig er bara sköpun til að búa til nýtt. Já, og alræðisríki, það á svo erfitt með þetta sem skapandi, listur og menningur náttúrulega hrútleðileg frá alræðisríkjum. Það var mjög athyglisvert að fylgjast einmitt með þessum talsmanni TikTok, sem ég þekki ekki neitt þetta TikTok dæmi, en sko, sá bara hluta af þessum yfirheyslum í Bandaríkja þingi og hann vék sér alltaf undan öllum svona efnislegum spurningum Kína, þú veist, hvað viltu segja ígúrana, stjórnmála, eftir sáttur við stefnu Kína eitthvað ígúrum, þetta sko forstjóri risa fyrirtækis, hann vék sér alltaf undan því og alveg sama hvað hann spurður bara svona grundvallar spurningar, hann vék sér alltaf undan því. En það randi þannig að fjölmiðlafrelsi í Bandaríkjónu sem auðvitað öðruvísi heldur en í þessum innræðisríkjum eða terrorríkjum. Hefur látið ásjá. Já, en þá það líka svo sem umdeilt, það auðvitað bara með önnur aðferð sem upplýsingum stjórna þar, það önnur strategía. Ég veit ekki hvort að Noam Chomsky, ef hann lesin eða þá í stjórnmálafræðinni, hvort að hann skrifa undir það að það væri sko eitthvað svona eitthvað upplýsingafrelsi í Bandaríkjónum og hann talar það sem stærsta afrek Pentagon, hvernig þeir hafa sannfært millistjætt Bandaríkjamannum og hvað þeir eru frjálsir og frábærir og mikið upplýsingafrelsi. Og svo líka annað sem gerst eftir að Chomsky var að segja þetta, það náttúrulega hefur svona klofnað svolítið sko heimurinn í Bandaríkjónum. Þannig að menn það ekki sko sameiginlegur vettvangur þar sem að menn að skiptast á skoðunum. Eða þannig að það getur verið sagt eitthvað að það bara hefur ekki áhrif. En sko varandi þetta þá hvernig hlutinni breytast, að því ég kaldar stríðsbarn, þá kippir það alltaf í mig svolítið þegar Albert Jónsson fyrirvandi starfsmaður NATO orðinn sérstakur sérfræðingur ríkisútvarsins í Úkraínustríðinu og ég alltaf, þú veist, að því maður var alltaf vanur því að lesa svona í gegnum það hvað hann hann var starfsmaður utanríkisráðs. Já, en svo hann var vanur fyrir NATO líka og svo framvegis.
þannig að þetta alltaf svona nú hann alveg bara, þú veist, orðin blessaður og signaður sem hlutlaus sérfræðingur og svo ræðis, þannig að það breytast svona ýmsir hlutir, en það alveg rétt, því að það lígin allstaðar og gott dæmi og hvernig líka fjölmiðlarnir pikka þetta upp og halda áfram í einhverju, eitthvað þessi orusta á Austurvíkstöðunum í Bakum eða Bakur, það sem sko báðir aðilar voru í fjölmiðlum að auglýsa veikleika sína. Þarna einhver svona stöðubarátta og þetta og þá kemur Úkraínumenn og fréttir enn og aftur það Úkraínumenn sé nú það bila að fara að flýja. Þetta sé bara tæknilegt eða bara það bila að flýja. Við erum bara að fara að flýja. Og vagnirlega þetta segir, við erum bara skotfæralausir og þetta má ég segja, og hvaða menn í stríði auglýsa veikleika sína? Þetta bara beita til þess að fá hina til þess að ráðast á sig og því að stríði allstaðar. Þannig að þetta var svo augljóst taktík frá báðum áttum en það enginn sem svona bara það að kaupa allir allt einhvern veginn og það enginn greinandi umfjöllunni þetta virðist vera. Nei, það rosalega upplýsingaóreiða, ég vildi ekki meina það. Hún notuð. Það er náttúrulega ekki nýtt, Gunnar Smáris sagði réttilega sko að ljúga allir í stríði og gamla ríkisútvarpinu þá sem hrósaði sér af því á stríðsárunum seinni heimsstyrjöldinni að vera með sko fréttaskeyti frá Moskvu og Fraklandi og auðvitað BBC og svo frá Bandaríkjamönnum og bjóð til þessu svona úr þessu einhvern kokteil en auðvitað voru allt aðilar stríðinu sem voru með sinn sannleika eða sína afstöðu og svo þegar maður skoðar einmitt gömul og fréttahandrit sko frá þessum tíma sko þá með þess að það sumstaði búið strik út sko af því að það var eitthvað sem menn vildu passa að það væri ekki sagt sko. Herri, ég ber alltaf það sem að gamla fólki að segja til þín, Eirís. Já. Býrð þú í heimi þriggja slæmra heimsvelda? Sko, eða ert þú blessunarlega inn í áriðarsvæði Bandaríkjanna? Mér finnst mjög áhugavert að heyra allt þetta og lært mjög mikið af þessu. Ég held að ég var sammála hluta af þessu en eins og með Bandaríkin þeir tala hvernig fólk og hliðarnir eru mismunandi í stríði. Bandaríkin eiga nánast í svona innra stríði þegar ráðast á hvort annað og sem meðalmanneski í Bandaríkjunum þá ert þú ekki að hlusta á óháða fjölmiðla. Þú ert búin að velja hlið og þú hlustar á fjölmiðlana sem styðja þá skoðun. Þjóna þér og þínum hugmyndum. Því miður þetta bara. Þetta þannig og það hægt sama hvar þú ert að hlusta á þína skoðunir, sama hversu radikal þar eru. Og fyrir mér þetta ekki frelsi eða fjölmiðlafræðslir þjóð. Þetta land sem lifir í þeirri tálsýn að þau séu fráls og reyna að miðla þessu til annara landa. Svo nei, ég dáist ekki að Bandaríkjunum og þeirrar hugmyndum. En það önnur stöð sem þú getur kveikt á. Það alltaf önnur stöð og það nefnilega vandamálega því ég get sagt já, helmingu Bandaríkjana svo rugluð en ég treysta hinn helmingin. En hvernig ertu að hlusta á helmingin af landinu? Þú verður einhvern veginn að taka en svo maður getur ekki lagt saman Fox og CNN og fengið út sannleika sko. En þið þekkið þessa sögu, þetta fjölmiðlasaga, þetta voru einhverja lagabreitingar, það voru einhver lög í Bandaríkjunum hlutlegni og right to rebuttal og þessu var kippt úr 60 mínútur eru til út af þessu og svo var þessu kippt úr sambandi þegar núna þetta bara talkúr það sem bara fólk fær ekki lengur fréttinnar nema gamla fólki, það horfir á Fox og verður bara alveg galið eins og gamla fólki okkar sem hlustar út á sögur, það alveg eins en fólk fær fréttinnar sínar af samfélagsmiðlum og samfélagsmiðlarnir eru náttúrulega þessi gróðamaskína bara eins og kassi í Las Vegas, bara reyna að halda þér við tækið og þeir þrífast mest á polariseringu og reiði, réttlátri reiði og þess vegna líka það hefur Þetta eru samfélagsmiðlar að reyna að vekja tilfinningar þeir halda áfram að pósta greinum sem gera þeir reiða, leiða, hrætta og allt annað. Algoritmin spila á þig. En síðan þetta ekki bara fjölmiðlunum sjálfum að kenna þar sem stjórnmálamenn eru aktíft að grafa undir þessi frelsi. Trump með sínar fake news áköll. Þetta lætur fólk ekki treysta fjölmiðlum eða bara treysta ákveðnu fólki.
og þetta grefur undir einhvers konar hatri, hitt fólkið og þeirra hlusta á legar, ég skal fræða þig og allir eru bara endalis átök. Ég fórnalamb þessara hluta líka, ég treysti engum. Nei. En þú las bara Þjóðviljan þegar þú varst Já, en ég meina, svo fór ég að lesa. Það var þá miðjan, það var þá sannleikur, það var Nei, maður treystir engum, sko, en þetta var allavega skýrt á þeim tíma, maður las Morgunblaðið og svo Þjóðviljan, skilur og maður vissi úr hvað áttina það var að blása. Kannski þetta stæðsta breytingi sem við erum ganga í gegnum, það að svona vettvangurinn sem við höfum, lýðræðisvettvangurinn, hann eiginlega horfinn, sko. Það engin miðja. Öll lýðræðisumræða orðin að neyslufuru. Það engin miðja, en svo spurningin, hefur hún einhvern veginn verið? Það var samkomulag þurfum við alltaf á gagnrýnni hugsun að halda eða var einhvern tímann einhver miðja? Það var samkomulag sem kallaði með bindi sem gerur þjóðarsáttinu að byggja til. En það er alltaf undarlega lítil umræða sko það er mér alltaf talað og kannski ungt fólk of treysta á samfélagsmiðlana sem eitthvað svona frjálsam vettvang og það sé bara eitthvað risastór pípa eins og sem flytur gas eða olíu milli landa sem bara allt streymir í gegnum óhindra, það er ekki þannig sko. Það er þarna ritstjórnar element inni sem bara velja að hafna, stoppa fréttir, ég þekki það bara í mínu starfi að geta verið einhverju furðulegi hlutir sem eru bara stoppaðir sko. Þú ætlar að borga fyrir sko bústa á einhverju og þá sé bara við ætlum að sko fara yfir þetta og þá bara líður og býður og svo reynir að fá svara akkur er þetta ekki byrt, já við erum að skoða þetta og þá er þetta að tala við gerfigreind sko. Ég segi það sko, það er bara eitthvað að við erum að skoða eitthvað og þá bara hvað er eitthvað orð þarna sem að sagði eitthvað sem Gunnar Smári hefði sagt sko er þetta róttækt fyrir það, hvað er það en sko þetta er náttúrulega hrikalegt því að þið gátuðu alltaf hringt í Matthías eða Kára Jónasson eða einhvern og rifi kjatt við þessa menn eða hver það var og sagt býtu þessi fressinni voru í kvöld eða í gæri eða eitthvað hún er bara kjaftaði og eitthvað ég heimta að fá að svara og eitthvað þetta er bara horfið. En ég fæ þetta viðhorf einmitt mjög oft bara eitthvað þú fær allar þína fréttir í gegnum samfélagsmiðla en mér er fólk að gleyma því að með því ég myndi að lesa fréttir á netinu þá hef ég aðgang á svo mörgum síðum, bæði erlendum og innlendum og bara út allt og frá mörgum mismunandi plattformum. Hérna á Íslandi ef þú lest bara Morgunblaðið lest bara fréttablaðið, þá færðu bara alltaf sama fólki að segja sömu fréttinnar og sömu hliðinni og ég finnst þetta það svona ég skil punktinn en þessi gagnrýni á að unga fólki sé alltaf bara að við séum trúum öllu sem við lesum leið og við sjáum clickbait. Við vitum alveg af falsfréttunum og ég trú ekki öllu sem ég les en maður getur reynda ég átti ekki endilega við að þið tryðið ég heldur bara að þið treystið náttúrulega eðlilega á að þetta sé frjálsi vettfangur sko. En svo frelsi sem að Íris er benda á til þess að raunverulega getum að tekið bara blað sem er gefið út í Suður-Kóreu og lesið það gegnum Google Translate sem er náttúrulega bara ævintýralegt að það sé ægt það er náttúrulega aðgengjum þess að upplýsingum er bara stjórnlust Já, og svo sagði ég held að mjög margir maður trúir þessu að því maður sér þetta og lúka svo legit En þetta er líka umræða TikTok sem er mjög interessant og margræð og ef við bara skoðum hérna þessi ótti við áhrifavald sko, hvernig heil kynslóð er þetta móta heila kynslóð með algoritma halda að, þú veist, möguleikin er fyrir hendi að það er þetta halda að jákvæðri sín Kína í gegnum TikTok, skilur hreins út allar neikvæða fréttir eða halda mjög neikvæðri sín gagvart einhverju, skilur eða einhverju gildismati það er, ég sé það bara hérna, þú veist hérna á dætrum mínum sko, önnur hún fór að skoða eitthvað á TikTok sem var svona eitthvað hérna lítalækningar og voru svona skoða, þá var allt í einu fara hún fullt af efni lítalækningar sem normalisera lítalækir og hún bregst við þessu og systerinnar farið ekki þannig að allt í einu er bara algoritm búin að rekna já, hér er veikleiki og við ætlum að selja þessar ungar stúlku að hún þurfa að gera eitthvað við andlitið á sér bara því að hún skoðaði það, skilur og þetta er bara eitthvað djöfull í formi algoritma sem er þarna að vinna með börnin okkar og við höldum að við lifum í samfélagi en það er sérsniðið samfélag sem hver lifir í þannig að mitt samfélag, minn heimur sem ég lifi í er eiginlega skarast ekki við ykkur og þú getur búið til homofabi, þú getur búið til alls konar hérna en og raunin spurningin svo kemur þetta heit, var þetta ekki alltaf svona hjá okkur líka í kalda stríð já, á einhvern nátt ég meina,
var ekki verið að móta okkur og voru ekki ritstjórnin að velja frá eitthvað sem bústaði ekki og velja að og þessi þörf til þess að segja söguna og stjórna og segja fólki hvað það að koma og hvar það statt til þess að geta vísaði veginn hvert það á að fara. Það alltaf í manneskinu, hún pólitísk vera sem bara í því að móta hvort annað og ná völdum með hugmyndum og frásögnum og þetta kallast stjórnmál, pólitík, þú veist, og þarna þetta bara komið í miklu tærari og grimmari mynd. Við erum að vélvæða þetta pólitíska, diabóliska element í manneskinu. Ég hef nú alveg einsett með það í allæfin að vera ekki að halda því fram að allt hafi verið betri í gamla dagar sko. En það var hægara kannski. Það bara gerðist hægara. Þetta fór ekki jafn djúpt inn í hausina þér sko. Núna þekkir algoritminn þig betur en þú sjálf. Og þetta endalaust áreiti, eins og þú sagðir, maður skoðar einu sinni eitthvað eina svið og þá ferðu bara endalausar auglýsingar endalaust þetta. Þetta eins og að leika einhverjum inn í hausina. Já, ég veit ekki hvernig ykkar reynsla af þessu var á ykkar tímum en mér finnst þess að sé alltaf verið bara að njósna mig. Það alltaf búið að vera að skoða hvað ég að tala hvað ég að hugsa og síðan birtist það á skjánum mínum. Það óþægilegt. Síminn að hlusta á mig. Algjörlega. Já, og svo maður alltaf orðið þessi markaðsvara eins og nefnið sko, maður var á ferðalagi erlendis daginn og svo nota maður einhvern síma og svo bara hrannast inn auglýsingar og ég bara þessi maður og þú átt bara að borða þarna og gera þetta og svo framvegis. Já, en nú verið að banna TikTok á mjög mörgum stöðum. En ég get lokað þetta. Já, þú getur það ennþá, en mér finnst eins og fólk, jafnvel yngra en þú sem að elst upp við þetta þá á miklu erfiðara með það. En að byrja því að Hrönsaði að þetta hefði ekki farið eins djúft þegar við vorum ung. Já, ég meina, þú veist, ABC kom bara eins og í mánuði. Ég ekki viss þetta. Ég held að sko, þegar maður ólst upp, ég tvítugur ekkert í mann 81 í samfélagi sem að innprentaði mér sko ótrúlega fordóma gagnvart svörtu fólki. Já. Ótrúlega fordóma gagnvart bara öllu og það var bara í allri menningunni, það ekki eins og ég hafi verið alin upp af einhverjum nýnæstum sko. Þetta var bara, maður sogaði þetta í gegnum kanasjónvarpi og þegar maður er orðin fullorðin þá maður eiginlega bara eitt stórt kippi af fordómum gagnvart sko fötluðum, samkynhneigðum, lituðum, bara you name it. Það voru bara kallanir sem að gera þjóðarsáttina með bindið sem voru bara normal, allir aðri voru bara ónormal og þannig að þetta fór alveg rosalega djúpt kaldastríðsáróðurinn eða eitthvað djöfullin það var sem var tróðin í hausinu á mér. Já, en þú veist, þetta er ekki bara... Þú ekki hlusta á nóg mikið jazz þegar þú varst ungur. Það hefði verið betra. En þetta er ekki bara vestrænt tíðarandi heldur, ertu hérna í afdölum, þú veist, Ísland er ógeðslega sveit og við erum ekki með neitt. Ég er bara búin að vera ævin og endar en að losna við þetta. Við erum ekki með neina erlenda menningu, við erum ekki með neitt þess að sýna okkur hvað er ég með að segja ólst upp á Akureyri? Já, með fordóma eitthvað reylingum. Já. En mér langar að spyrja Írisi svolítið að því að við erum að ræða Kína og við erum að ræða TikTok og þetta nýja kaldastríð að það verður svo lengi talað um það, þú veist að ef að 18. öldin var frönsk og 19. var bresk og 20. öldin voru Bandaríkin sem settu standardin fyrir heiminn og svo hefur alltaf verið talað um að nú væri tími Kína, því að sko Bandaríkin eru þetta hnignandi veldi sem að þú hefur ekki mikið álita og ég held að margir á þínum aldrei séu samasinnis en svo hugsa maður Kína, sko Kína er ekki kreatíft, það er ekki dýnamíst, það er ekki með hugmyndir, það er ekki leiðandi, það er ekki með listur og menningu sem eru spennandi. Hver tekur við í þessu nýju heimsmynd? Já, ég er hrætt að koma einhverja spá en Nei, en bara hvað finnst þér? Mér finnst það þrátt fyrir allt sem þú sagðir þá já, ég held að núna sé öld Kína því að þó að Kína sé ekki leiðandi í kannski nýsköpun þá er Kína samt með svo ótrúlega mikið mannauð og afl til að gera hluti og þau munu alltaf ná einhvern veginn að gera betur. Bandaríkin gera þetta, þau gera það 2 sinnum betur, þau gera 2 sinnum hraðar og þú sér það bara eins og í sambandum hvernig Kína nær að standa annar staðar í alþjóðasamfélaginu eins og með stríðið í Úkraínu og hvernig öll Vesturíkin eru búin að fordæma þetta og
núna nýlega hitti náttúrulega Putin forseta Kína eða forseta einræðisherra og þá gefur Putin honum bara allt sem hann vill að þetta er Kína og hann hefur engan annan kost að því að Kína hefur þessa sérstöðu að geta staðið fyrir utan það þarf að versla við vestræn ríki en það getur líka versla við hin ríkin það hefur þessa stöðu fyrir ofan alla við getum séð allt það einhvern veginn það líta allir til Kína sama hvað það er komin vel Kína er bara byrjuð sko Nixon hann setta svo sólskín stefnu í gang til þess að gera Kína og humanistísku ríki og þeir voru að skipta við Kína og gáfu sem sagt kínverska drekanum töfrasprota kapitalismans en hann breytist ekkit úr dreka í ferildi sko, hann hélt áfram að vera dreki og það, og eins og þú ert að tala hugmyndin nýsköpun, hver leiðir í nýsköpun sko, þeir hafa fundið bara aðra strategiu sem virkar alveg vel, þeir bara stela hugmyndum en eins og Íris bendir á öfluri og fljótari að kópiera þær og gera þær og það er önnur strategía svo er þessi og geta nýtt á aðra hugmyndir og aðra skapa eitthvað sett ég að vera að æfa með á fiðlu það eru sko 1,3 milljónir kynverja sem eru komin sko lengra svo er þessi áhrifatímabil ekki heilar aldir endilega sko þetta er ekki sko öld þess á öldin svo gera þær eitt ég veit hvort við sko Japan átti sinn hlut af 20. öldin sko bara sem mjög öflugt þá óttust Bandaríkjamenn í Japan óttust þá mjög mikið og það er eitt sem þeir eru að gera rétt að þeir hleypa ekki börnunum sínum á TikTok ekki að þetta TikTok sem við okkar börnir á TikTokið í Kína er allt öðruvísi það er mjög svona mentandi og uppbyggilegt TikTok meðan okkar er bara einhverjir heimsklegi dansar og tilraunir það eru mörg átakamál í samfélaginu eitt var einhver myndur orða að það var líkta það var útlendingafrumvarpið Íris hún er að skora á forsetan að skrifa ekki undir lögin Já, mér finnst að alls ekki fáránleg hugmynd það hafa margir að spyrja mig okkur er það þessu, okkur eru þeir að biðja þetta getur hann eitthvað gert og ég held að fólk sé ekki meðvitað þennan málskotarétt í 27. grein sem er náttúrulega skiljanlegt það sem hann hefur svo sjaldan verið nýttur en í þessu máli eins og þessu þar sem þessi hagsmunirnir og útkoman eru svo ótrúlega mikilvæg þá er svo mikilvægt að manneskja eins og Guðni taki afstöðu það sem okkur og mörgum öðrum líður eins og Alþingi hafi brugðist að það hafi látið einhvern málstað gegn mannréttindum vinna og það komst í gegn og þetta var ekkert nálægt í að vera fellt þetta komst í gegn með alveg háum tölum og því finnst okkur ekkert óðalegt við það að biðja okkar þjóðarleiðtoga eða þjóðarhöfðingja að taka afstöðu og standa með mannréttindum og sýna Alþingi að ef þið ætla ekki að hlusta á fólkið þá er hann allavega að hlusta á fólkið og skjóta þessu til þjóðaratkvæði og skjóta þessu annarkvort til þjóðaratkvæðagreiðslu eða þessi dreigði tilbaka ég verið að taka undir þetta öllu hjarta þetta frumvarp gengur gegn öllum grunngildum okkar þarna eru veiknar meiri heimildir til þess að stoppa börn á flótta þetta brýtur barnasáttmála Sameinuðu þjóða mannréttindasáttmála og líklega stjórnarskrá barnasáttmála líka lögfestur í Íslandi og allt það og í rauninni er verið að veita það er verið að búa til tæki til þess að koma í veg fyrir það hægt sé að skoða mál barna á flótta það er verið að auðvelda ráðherrunum að kasta þessum okkar minnstu bræðurum og minnstu systrum út á gaddinn og þjóðkirkjan ætti nú að koma upp og standa með ykkur því þetta gengur gegn öllum kristnum gildum þetta er bara beinlinis verið að ráðast á Jesúbarnið sem var líka barn á flótta á fyrsta ári og hér er bara endurtekið þetta falli orð pastelrassistarnir í útlendingastofnun og í dómsráðuneytinu og í kærunefnd er að fá enn eitt vopnið til þess að pína lítil börn og við tökum þetta aftur ekki pínaði lítið börn afsækið kæru pastelrassistar þeir eru að fá enn eitt vopnið til þess að ýta þessum fólki út á gaddinn sem kemur hérna til okkur þetta er okkar við fólk sem erum sjálfflótta fólk frá borgarastríðum
Ég meina, við erum flóttamenn frá Noregi og Írlandi. Hingað erum við komin fjölþjóðlegt samfélag. Ef einhver ætti að taka móti þessum, akkurat okkar minnstu bræðurum, börn á flótta. Takk fyrir þessa baráttu ykkar. Já, ég, eins og ég segi, ég held að hljóta að fara að draga til tíðinda því að við erum með flokk sem styður þetta í ríkisstjórn. Það sem er í algjöru mótsögn við það sem að kjósendur þessa flokks telja sig vera að kjósa. Þetta var nú eitt af þessum prinsipmálum sem er aldrei látið sama hvaða stjórnarsamstarf þessi flokku færi í. Það er þetta, sko, umhverfisverndin færi áður en þetta færi, þeir eru náttúrulega líka búin að gefa það frá sér, en ekki mannréttindi flóttafólks. Þetta er eitthvað svo ótrúlega mikið grunnatrið að það er svo absúrt að það sé raun að vera að rífast þetta og eins og hvað voru það 30 eitthvað sem hættu í VFG, einmitt bein afleiðing af þessu, það er því að þetta fólk sem er í þessum flokkum, það er ekki endilega eitthvað vont, það bara heldur að það sé að kjósa á hvernig gildi, af því það er það sem er búið að auglýsa, en síðan kemst fólkin á þing og þá kannski lætur það eitthvað annað fara í gegn. Ég held að þetta fólk greiði svona atkvæði til þess að halda saman ríkisstjórninni fyrst og fremst og það er sér bara krafa á sem uppi er. Og það er mikilvægri börnin. Það er mikilvægri börnin og það er engin raustrygg. Með ykkur ganga sem best í þessari baráttu og ég tek undir það að þessi útlendingalög eru meiðandi fyrir okkur sem samfélag. Það eru öll mannúðarsamtök landsins sem að mæltu gegn þessu. En við erum bara ekki með af því að Benedikt vildi gera úr okkur flóttabörn, við varum með flóttabörn, ég held að við erum bara skattsvikara sem hefum flúið vonda konga. 60% okkar voru náttúrulega þrælar. Þrælar, alveg rétt, konurnar voru það. En sko við erum bara með frekar leiðilega sögu og kuldalega gagnvart útlendingum og við vísuðum gyðingum frá í síðari heimstyrjöld og við sópuðum því bara undir teppið og gerðum þetta aldrei upp menn sem að tengdust æðstu ráðamönnum þessu bara sópað undir og það er talað um það áratugum seinna eiginlega hverjir þetta voru og hvaða vernd menn höfðu hér og svo framvegis. Við einhvern veginn rósum happi yfir, við fluttum hérna inn einhvern litla hópa, fámenna hópa, létum að skipta um nafn og bara breyta bara um persónur eiginlega og þetta, við höfum alltaf verið bara eins og lítið þorp einhvern veginn í bæjaralandi eða einhvers staðar. Það verður ekki lengur, ég held að það er ekki, það er 22% af vinnuaflinu erlendi ríkisborgar. Algjörlega, en það er eitthvað sem er að gerast núna, held ég, að við einhvern veginn áttum okkur ekki alveg á þessu og ekki nómið að við séum með stóran rúmlega 20% vinnuaflsins er af erlendum uppruna og þetta stendur það fór sig frábærlega vel og allt það og er bara gott og vont eins og við hinn og svo erum við með náttúrulega erlenda gesti í landinu sko á þessu ári sko 2,4 milljónir og við erum 350.000 og þetta fólk hefur náttúrulega gríðarlega áhrif á hagkerfið allt og bara áhrif á mjólkurframleiðsluna og kjötframleiðsluna og bjórframleiðsluna og allt saman. Akkur hefur þá að reyna að halda þessu svona eina það er bara það sem ég er bara að reyna að segja sko, það er bara það sem maður skilur ekki sko, að forsendu gamla samfélagsins sko, þegar maður sneri sér úr hálsliðnum norður á Akureyri þegar maður sá blökkumann eða bara það var einhver fótboltaleikur og það var við Bermúdað eitthvað og það voru svartir og maður bara hafi aldrei séð svona bara 11 menn, bara vellinu svartir þetta var alveg nýtt og yfir í þetta samfélag núna það sem ekkert að þessu á að þurfa að koma okkur óvart að þá erum við enn eins og bara uppdregnir fyrirgefið sveitamenn einhvern veginn aftan úr einhverju grári fólknesku. Upplifa fólk sé að koma og taka eitthvað á okkur. Já, en þetta er samt, ég held samt sko að þetta sé líka bara notað einhvern veginn, þetta er svona notað til þess að... Hver er óttin? Er óttin við það að hérna komi flóttabörn og mengi okkur? Skemmi íslenska menningu? Ég vil ekki trúa Hver er óttin? Ég vil ekki trúa því. Ég menna það er munur, menn nota það, við erum alltaf að taka á móti Úkraínumönnum og Venesúlumönnum, en þarna eru þetta ráðuneytið eða útlendingastofnun virðist vera, þú veist, fókusera á múslimst fólk og sumi geta bent á litin líka. Þannig að það er eitthvað sko, það er eitthvað stegaveldi í því hver eru þóknanir og hver eru ekki.
Það er hlut af þessari skýningu öruglega, en svo þetta náttúrulega líka bara til þess að draga kannski fjöður yfir eitthvað annað, sko. Þetta fólk að geta okkur út af gattin einhvern veginn. Það ekki miðað við fjöldan, sko. Þá verið að fókusera á til dæmis lítinn hóp innflytjenda. En þá hugmyndið svo að af því að þetta eru múslimar, eða því að þetta er litað fólk, að þá munið það eyðileggja Íslands samfélag. Það er verið kenningin. En það var aftur og aftur sagt, þetta er algjörlega farið úr böndum. Það er allt saman rækið. Það sem dómsmálaráðherra hefur verið að segja frá síðastliðnu hausti, það er bara allt rangt. Ef það er eitthvað sem sýnir virkilega hversu rangt það var áður, til dæmis móttaka okkar við Úkraínumönnum. Allt í einu var hægt að finna leiðir og beita kerfið og það þurfti enga breytingar. Það þurfti bara viðhorfsbreytingu og vera tilbúin að hjálpa. En það er bara því að þú tekur ekki eftir því að þetta séu útlendingar eða sér þau í kringlunni. Þetta er hvítt kristið fólk. En ef þetta eru múslimar eða dökkt afrískt fólk þá bara, ég held að það sé, ég held að það snúist útlit. Að stjórnvöld stóðu ekki vel að móttöku fólks frá Úkraínu, því það voru engar aðgerðir á húsnæðismarkaði út af þessu, það voru engar aðgerðir í menntakerfum út af þessu, þannig að það á eftir að koma í ljós, sko, að það var ekki vel að í staðið, en það var ekki verið að henda fólkin út, sko. Það var ekki endilega frábærlega staðið, en það getur enginn sagt að það hafi ekki verið betra. En það hefur náttúrulega, þetta náttúrulega gerst á óþægilega sjálfvirkan hátt, sko, að allt innu 20% vinnuafls af erlendum uppruna, á þess að nokkur hafi tekið ákvörðun að það ætti að verða þannig. Og því að það þarf ákvörðunum ef þetta ætti að vilja standa vel að þessu, vegna þess að þetta eru menn sem þurfa aðstöðu hér, þeir þurfa húsnæði, þeir eiga börn og hvað að breyta menntakerfinu og hvað á að gera. Það sést að það er sko brottfall barna innflytjenda út úr framhaldsskóla. Það þarf að breyta íslensku samfélagi ef þetta á að halda saman, ef við ætlum ekki að lenda í sko stórkostlegum vandræðum út af þessari hugmyndum að þetta hljóta reddast með einhverjum hætti. En það er menn er ótrúlega rólega í gagvart þessu og ég bara af því ég nefndi nýbygging hverfið sem ég býja, það er 9 af hverjum 10 eða 9,5 af hverjum 10 bara Pólverjar og aðrir góði menn úr austanverðri Evrópu að vinna og vinna langan dag. Þetta er einn mesta samfélagsbreyting sem er orðið á Íslandi sem hefur gerst á bara síðustu 15 árum. Og hún er risastórt verkefni og hún er stórt verkefni bara fyrir tunguna. Það er þannig að við munum bara, ef við ert með 2 hópa og bara annar hópurinn talar bæði tungumál en ekki hinn, þá endum við náttúrulega á því að tala það tungumál sem allir skilja. Það gerist bara í fundum, í skólakerfinu og svo framvegis. Þannig að það er rosa fjárfesting líka að kenna íslensku og umfamma þetta verkefni sem verður bara stærra og þess vegna þarf að búa til eitthvað form og reglur og reisa fána mannúðarinnar og við þurfum að skilja einhvern veginn í stóra samíkinu hvað þetta snýst og mér finnst mjög skrítið, sko, talandi íslenska pólitík og þessar flottu stjórnmálakonur bæði sem ég dáist að þarna sem eru í valkyrjurnar í Vinstri-grænum, hvernig það er, sko, ég er að velta því fyrir svona hvers vegna geta Vinstri-grænir skít, svona mikinn skít eftir skít, af hverju standa þær ekki upp og draga sverð úr sliðrinum og setja strik í sandinn og nú ætlum ég að koma með mjög brútal og ögrandi kenningu. Af hverju er það sem Vinstri-grænir virðast alltaf kyngja þessu og þar sem virðist vera að þeirra sko samningsmarkmið þeirra er að halda sér í ríkisstjórn umfram allt önnur prinsip. Getur þetta verið kynbundið? Getur þetta tengist reynsluheimi kvenna? Getur verið þær bara standa þarna á móti testosterón köllum sem eru höfði hærri en þeir og þeirra félagslegi bakgrunnur hjálpar þeim ekki að setja línuna í sandinn og vilja standa við það, að þær leita frekar eftir samkomulagi, að þær vilja frekar ná sátt og kynki, þetta er ögrandi. Ég er að ögra þessum feministum. Ég er að segja, er þetta ykkar kvenlegi reynsluheimur sem lætur ykkur alltaf tapa þessum grundvallarslag, þannig að Vinstri-grænir, valkyrjurnar, Katrín, þeir eru búin að skera af sér róttæka baklandið sitt. Þeir eru búin að skera af sér unga fólkið, skilurðu, blæðandi ungu mannréttinda sósíalistana. Þeir eru farnir. Er hægt að skjóta sig
betur í fótinn en þetta. Þú veist, mér finnst þetta bara ótrúlega. Þetta var nú þegar tvær konur hérna og það er miðaldra kallmann sem ég er að vísa í rannsóknir akkur 30% launamunur milli kalla og kvenna og meðal annars var rannsóknin svo að þegar það var gerð rannsókn á þessu, þá voru karlarnir harðari í samningaviðræðum og litu stærra á sjálfan sig og höfðu stærra ego og hátíðlegra á hlutverk sitt og börðust fyrir því og voru jafnvel þá tilbúinir til þess að láta sverra til stáls meðan þær voru auðmjúkari, hóværari og sáttgjarnari og þetta hafi verið hvers vegna kom út úr rannsókninni að þær fengu 30% minni laun og ég veit þetta er ekki genetist en þetta gæti verið félagslegt og nú ég er að kasta þessari sprengju hérna fram í umræðina. Við skiljum kenninguna, það er kenning hérna frá miðaldra kallmanni yfirborðið, Hrönn, hvað segir þið? Sko ég á rosalega erfitt með að setja mig inn í hugarheim Vinstri grænna. Ég er að reyna það og ég er búin að reyna það lengi og það hjálpar ekki að vera kona. Nei, ég get eiginlega ekki séð þetta út frá kalla kvenna, sko ég get séð þetta út frá því að við sögulega höfum við haft sjálfstæðisflokkinn bara frá stofnun lýðveldis. Þeir hafa haldið utanum allt og þeir þurfa alltaf einhverja hækju með sér. Hann skaffar. Já, og þeir eiga dómskerfið, þeir eiga allt, þeir eiga alla stofnanir og alla innviði lýðræðisins eins og það hefur verið uppbyggt á Íslandi og það er eiginlega ómögulegt fyrir nokkurn að fara inn og kollvarpa þessu kerfi því að þeir eiga það með húð og hári. En þeir þurfa alltaf einhverju að hækju með sér og yfirleitt hefur það verið Framsókn og það við tökum ekki eins mikið eftir því að Framsókn er bara galopinn í báða, þeir eru ekki meðneinar. Þeir er svona selig, þeir verða eins og viðmælandi sín. Já, hvaða loforð eru þeir að svíkja þegar þeir fara í stjórn með sjálfstæðisflokk? Enginn, þeir eru bara, og þeir kunna að hagnast á því að vera í stjórnmálum og gera það bara mjög vel og gera það svona bara fyrir opnu tjöldum. Bara eins og, þú veist, það er ekkert eðlilega en að verða rosa ríkur af því að ég var eins og á fengi fyrir Framsókn. En þú veist, við erum bara vön því og þess vegna erum við ekki að tala um Framsóknarflokki núna. Við erum að tala um Vinstri græn sem var flokkur hugsjóna, sem var bara með ákveðin prinsip, var í stjórnarandstöðu, húðskammaði sjálfstæðisflokkin fyrir nákvæmlega það sem þeir eru að fronta í dag. Svo já, þetta er bara mjög undarlegt mál. Af hverju tekst Jóni Gunnarssoni að svína niður Katrínu Jakobsdóttur og Svangviti og Svangviti? Nei, Svandísi þessar valkyrjur af hverju fallar flatar fyrir svona kallakalli? Það láta þetta yfir sig ganga og ég bara veit ekki hvað þarf að gerast til þess að þessi ríkisstjórn sprundist. Hvenær er komið? Ég þarf einhver að náða barnanýðin, þarf að veist, það var það sem þurfti síðast. Það er greinilega ekki nóg að selja pappa sínum banka. Það er ekki nóg að, nú er það lindarkólið og allt það og það er ekki nóg með útlendingalögin. Ég veit það ekki, ég veit ekki hvað þarf til. Rafbyssumálið, alls konar. Þetta er bara endalaust. Endalaust. Hvað segir Íris með þessa kenningu? Mér finnst þetta allt mjög áhugavert að hlusta á og þetta er hvernig ég var rísa öðruvísi og ég verð að viðurkenna að þegar ég var yngri og við sektum stjórnmál þá leit maður á Katrínu til dæmis og var bara vá, hvað hún er flott að standa þarna, þú veist, kona umkring einhverjum mönnum að standa upp fyrir mannréttindum og því sem hún trúir og það var mjög skrítið að því ég er búin að vera að hugsa mikið með útlendingafrumvarp að finna gamla ræðu hjá Katrínu, það sem hún segir bara hún stendur í pontu og er að rífast fyrir hönd mannréttinda. Bara við eigum að hlusta sérfræðinguna, hvað erum við að gera, þetta er rangt hjá okkur og hún var bara að gagnrýna. Og að sjá núna stöðuna og þetta snýst ekkert endilega flokka, þetta er ekki Katrín sjálf á Vinstri græn, þetta er bara hvað hún og þessi hópar fólki bara hefur orðið. Þeir eru búin að vera svo ótrúlega lengi við stjórn og þau eru náttúrulega í þessu samstarfi við sjálfstæðisflokkin og hvort það sé út af því hún er kona á hún leta ganga yfir sig. Ég held ekki vegna þess að hún var þarna einu sinni. Hún var eins og þess að valkyrja, hún var að berjast fyrir þessu. Hvers vegna hætti hún að trúa þessu? Ég veit það ekki. Er það völdin? Er það bara tíminn? Hver veit? Ég hef ekki svörin. Er þetta ekki bara eins og í öllum svona spillingarmengjum eins og Ísland sannarlega er?
bara eins og þegar maður horfir á The Wire, skilur fólk var einsunni með eitthvað, þú veist, það heldur að það sé eitthvað kerfin, svo náttúrulega áttarið á því, þetta bara realpolitik, Katrín hefur bara áttað sig á því að þú veist, það betra að ég fái að vera við völd og svona verður þetta alltaf og ég byrja að berja skegghærfi hann var alltaf að vitna í Wire ég bara að segja stundum gleymist að VG búið að setja í ríkisstjórn eiginlega öll árið frá hruni, það bara 3 ára ríkisstjórn Sigmundar Davíðs og 1 árs ríkisstjórn Bjarna Ben þar sem að VG var ekki í stjórn, þannig að ef að vald spillir og þú skemmist á því að vera að þá ætti það eiga við þessar valgjur. Ekki bara komin tíma breytingu? Þau er búin að vera alveg eins og ég maður eftir mér. En sko, þetta er alltaf einhver mannlegu fítus í þessu, sko, en einhvers staðar snýst þetta það í samningaviðræðum. Ef það eru 2 aðilar sem deila að takast á við og einhver setur fram kröfu og, þú veist, ef annar aðilinn skynjar það að þú raunverulega stendur ekki við svo kröfu. Raunverulega þessi rauðalínaðinn ekki rauðalínaðinn. Þá er hún ekki til og þá ferðu eins langt þú þarft og það er það sem við höfum endurt ekki séð og þá hvað er það sem hinn aðilinn vill svona mikið að hann getur gefið allt eftir, hvað er hann að fá í staðinn, hver er gulrótin? Ég veit að þau geta bent á kannski einhverja hluti í umhverfismálum, þau geta bent á einhverju rósir og sagt, já við fengum þetta í gegn og við fengum þetta í gegn og við fengum þetta í gegn og við fórnum þessu og þessu og það er þessi list pólitíkurinnar en það sem við hafa fórnað núna í trekk er svo stórt og svo mikil grundvallatri og ég vil meina það sem þau hefur fengið í gegn er rauninni bara hlutir í dag sem þykja eðlir og ég held að Bjarni Ben standi alveg jafn mikið fyrir og þau. Ég held að Bjarni Ben sé kannski eini raunverulegi vinstri maðurinn í þessari ríkisstjórn. Þetta allt sem er gert vinstri, allt sem er vinstri í þessari ríkisstjórn er í hans anda og það sem hann stendur fyrir og er mjög sáttur við. Hann er líberal maður og velmenntaður og hérna og ekkert helblár þannig að þetta er rauninni Bjarni Ben er vinstri maðurinn í þessari stjórn. Ég er alveg sammálaður af því að sjálfstæðisflokkurinn Þetta var skemmtilegt ég haf góð kenning og þetta var með þetta kvenlega eðli hvort það spilaði inn í þetta og hættir að trúa leikaranum hann ég held að hann hafi verið komin að full langt svona uppi Allir fattar þetta var absolutt leikrit eitthvað þannig sko ég held að það sé ég bara hafna þeirri kenningu, við skulum bara segja það bara hreint út og vegna þess að ég held að þetta sé alveg eins bara arfur Steingríms J. Sigfússonar, stofnanda flokksins sem er einhvern veginn uppleggið í þessu öllu saman að láta ekki krat hann að vera aukahjól íhaldsins eða einhver annar afla, svo maður noti nú þetta lingó heldur skildi verða til flokkur sem væri trúverður, væri hægt að treysta stjórntækur sem myndi ekki bila og raunastund reksturinn í landinu gæti treyst fyrirtækni í landinu verkalýðsfélögin líka og þeir skildu ekki hlaup í burtu eins og Svavar og Ólafur og allir gerðu einhver tíman og þarna væri komið þessi miðja sem gæti kálað Framsóknarflokknum hann stengur með rætur í sveitónum og svo framvegis og ég held að þetta sé miklu frekar svona mentalitetið sem að vofa Steingríms J. Sigfússon ég held að ég finnst það eiginlega trúverður í kenningu ef ég á að kalla þetta kenningu en þetta eru snjalli stjórnmálamenn báða tvær, Katrín og Svandís og þær eru eflaust með einhverja réttlætingu fyrir sínu pólitík og eitthvað hefur þeim tekist vel og annað miður sem gengur en uppleggið bara í íslenski stjórnmálum er bara svo sérkennilegt sko. Ég var þingfréttamaður lengi og fylgdist með þessu leikriti og kom eiginlega dauð lúin út úr því að sko þetta er alltaf einhvern veginn samir hægri grauturinn, þetta er alltaf einhvern miðju svona sull og það er engar hreina línur eins og eru á Norrlöndunum þó skárri eða eru þó til skamstími Danmörku að vísu, það er að breytast þar og það er einhvern veginn falla allir frá sínu einhvern veginn og þú veist, já við komum þess ekki gegn af því að og vinstri græni heldur landsfund og með mjög öfluga einhverja álíktanir sem ég las og sagði bara wow og einhver sagði nú einhver stað sko, ég vil óskast að þessi flokkur væri ríkisstjórn og sem væri að gera allt þetta róttæka hérna sem þeir voru að samþykkja
þetta náttúrulega bara kostnaðurinn við þetta samstarf við þessa gömlu grónu valdaflokka. Þetta blandast náttúrulega ekki. Þetta blandast ekki saman, en menn getur þetta hugga sér ímislegt að hafa náð þessu fram, hinu fram, þetta, við náðum þessu, annars hefur við ekki náð neinu fram og svo framvegis. En nú sorglegt að það oft sagt sko að verður ekki skárið að það verður í pólitík og nú þú eiginlega lýsa því að bara það að vera þingfréttir sko, kemur maður einhvern veginn sár frá borði. Já. Þetta er svo slæmt. Það var bara mjög þannig. En þeir vildu fara í þessa stjórn. Þeir vildu fara í þetta samstarf. Sko. Þetta er álið þannig. Sko. En þeir lit aldrei á það að reyna. Sko. Nei, ég bara hugsa því að þú talar þetta samstarf og auðvitað Vinstri grænir að gefa eftir þetta sem Sjálfstæðisflokkurinn vill. En hvenar áttu að draga línuna að segja að þetta fer gegn mínum og flokknum, gildum flokksins míns? Þetta er ekki ok. Ef þú ert með svona línu, ef að línan er bara svo að ég vil ekki að ríkisstjórnin mín springi, þá ert ekki með neina svona línu. Þú ert bara ekki að lýsa íslensku stjórnmálum. Sorry to say, sko. Ég er að lýsa það sem ég vildi að það væri. Já, sko, íslensk stjórnmál eru ekki prinsip stjórnmál. Hafa aldrei verið það svo lengi sem ég man eftir. Þannig að menn svona reyna að finna einhvern svona megin ströym sem þið geta svona nokkurn veginn sætt sig við. Björt framtíð, hún sýndi, var nú með prinsip og það sprakk. Og þeim var refsað harkalega fyrir það. Já. Þurrkaðir út. Það þótti hlægilegt. Það var raunlína og það þótti bara hlægilegt. Og allir hinnir hlupu til og gleyptu þetta og Vinstri grænir kom inn og gleyptu Sigríði Andersen. Herðu, ég slæ botnin í þetta, þar sem að prinsipfólk er að tala prinsiplaus stjórnmál. Þess vegna erum við ekki stjórnmálamenn, skilur. Það er málið. Þess vegna er ég bara leikarafíbl, skilur. Áðinn, Hrönn, Benedikt og Íris, kæra þakkir fyrir spjaldið og ég þakka ykkur sem hafið sitið heima og hlustað. Þetta var rauðaborðið á föstudegi, við köllum það vikuskamt. Rauðaborðið verður næst á mánudagi næsta klukkan 8. En á morgun sendum við út helgispjall, viðtal við Elsabetu Jökulsdóttur. Ég mæli með því. Og á sunnudaginn sendum við út samtal á sunnudagsmorgni merkelismál og þar ræði ég og Sigurður Pétursson, sagnfræðingur við Sonju Ýr Þorbergsdóttur, formann BSRB og ég mæli líka með því. En takk fyrir í kvöld og góða helgi. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, samtal á sunnudegi og helgispjall. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is